Aðalerindin með hingað að ræða þessa spurningu sem að sett fram í kynninguna á þessari heimsókn minni. Hægt að kenna biblíusögur í skólum landsins. Og ég ætla að fara fyrst hraðferð yfir söguna áður en ég kem alveg að nútíma. Á rétttrúnaðartímabilinu svokallaða þá þóttu fræði Lúthers ófullnægjandi til barnafræðslu af því að þau fólu í sér ofmikla trúfræði, fannst okkur. Og það var talin þörf á kerfisbundinni framsetningu lúthersku trúfræði. Það var spurning hvernig hægt að gera það án þess að vera trúfræði með. Og þetta var til þess að það voru gefin hér út sífellt umfangsmeiri hver til fræðslu og eitt þeirra var með 700 spurningum og svörum sem að ferðingarböndin átt að læra utan að. Þannig að uppeldisfræði Lúthers, ég vil gjarnan kalla list einföldunarinnar, henni þokað til hliðar, því að fræði Lúthers minni mjög kennslufræðilega vel uppbyggð kennslubók að mínum mati. Svo kemur píetíska tímabilið og þeim þótti einhliða áhersla lögð á fræðslu trúfræðinnar og lítið talað persónlega tileinkum. Og prestarnir gerðu átak í kristófræðslu kirkjunnar og skólans með aukinni biblíufræðslu. Og leikmenn urðu þá aðeins virkari í fræðslunni. Og þessi píetíska ferming verður til sem túlkuð sem játning og endurnýjun skírnarsáttmálans sem má deila hvort það hárrétt guðfræði skírnarinnar. Svo kemur kultúrprotestantisminn og nýguðfræðin og þá eiginlega kennsla í dómónum, trúfræðslunni ítt til hliðar og aðalviðfangsefni fræðslunnar verða þá biblíusögur og þeir lögðu sérstaklega áherslu á fjallræðina og gríðarmikil áherslu lögð á tengsl trúar og menningar. Ég var einmitt að lesa í flugvélinni í bók Sigurðar Átta Eyjólfssonar doktor þar sem einmitt að fjalla nýguðfræðina og áherslu á tengsl við menningar. Og sú trúamannin að hann sé sífellt að taka framförum. Það sama sem sagt áhersla eins og í þróun lífsins og svo framvegis. Þetta svona hraðferð sem að þarna yfir þessa gamlu tíma. Svo kemur tímabil sem gafan kallar nýrétttrúnaður og þá aftur farið að auka áherslu á grundvöll trúarinnar og játningarnar en líka á ritninguna. Og þá var farið að líta á alla kristna fræðslu sem eina heild sem varðaði ekki aðeins börnin heldur einnig fullorðna. Það var sem sagt alhliða fræðsla alls safnaðarins. Og það var litið á kristinfræðikennslu skólanna í upphæfi sem kirkjuna í skólanum. Og við ætlum að koma því á eftir margir telja að kirkjan trúi því enn að kristindómsfræðsla skólan sé kirkjan í skólanum sem að náttúrulega fyrst og fremst áróðursbragð andstæðinganna en ekki þarna sannleikann og sannleikann. Svo kemur að því að farið að stofna hér formlega skóla og fyrstu fræðslulögin sett 1907 og það byrjar þannig að ferkennslan fer fram í skólanum, það hluta skólans, í samvinnu við kirkjuna. En með fræðslulögum 1926 þá gerð skil þarna á milli, þannig að skólinn á að kenna biblíusögur en kirkjan trúfræði. Þó að þessi skil væru þarna komin með þessum hætti, þá var hefðin ansi langlíf að menn litu á biblíusögukennslu skólans sem hluta af fræðslu kirkjunnar.
Og það náttúrulega kannski var vegna þess að þjóðin leit á kirkjuna sem bara hluta af því að vera Íslendingur og einnig að þá voru víða prestar sem önnuðust þessa kennslu. En eigi að síður, þarna halda biblíusögurnar innræði sína formlega séð. Svo ætlum ég að fara svolítið yfir síðustu öld. Hérna nær okkur. Fyrstu grunnskólalögin eru sett 1974. Áður hétu þetta fræðslulög. En með þeim var í fyrsta skipti svokölluð markmiðsgrein í lögum, þar sem að markaði stefnu skólans. Og þessi markmiðsgrein kveður á að skólastarfið eigi að mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Og það er athyglisvert við þessa markmiðsgrein að ákvæðið kristilegt siðgæði var ekki í upphaflega frumvarpinu, heldur sett inn á síðustu metrónum í umræðinu á Alþingi að frumkvæði menntamálanefndar þingsins, ekki að frumkvæði kirkjustjórnarinnar. Þó að ég efi það ekki að umræðan í þjóðfélaginu hefur kannski haft áhrif á þess alþingismenn. En það sem sagt menntamálanefnd þingsins sem að setur þetta inn í frumvarpið og það fer umræðulaust í gegnum þingið. Ég hef svona velt fyrir mig hvernig stendur á því að þetta var ekki rætt. Annarkvort þótti mönnum svona sjálfsagt, eða þá að menn hafi ekki þorað að andmæla þessu. Svo þeir þarna væri ekki stimplaður. Ég veit ekkert um það, en allavega svona gerðist þetta. Námskráin sem er svo samin í þessari grein í framhaldi og kemur út 1976, kveður á kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði. Þarna kemur fræðsla önnur trúarbrögð í fyrsta skipti inn í fræðslulöggjöfina og það sem sagt 1976. Og trúarbragðafræðslunni var ætlaður staður á unglingastigi en kristindómsfræðslunni neðar. Og heitir námsgreinarinnar heitir þá kristinfræði. Það nafnið trúarbragðafræði kemur ekki inn í heiti greinarinnar fyrir síðar. En frá 1989 til 2007 þá heitir greinin sem sagt kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði. En í þessum námskrám sem að gefnar eru þarna út af þessu tímabili skýrt tekið fram að það ekki hlutverk skólans að boða trú, heldur fræða trú. Og svo má náttúrulega halda langar tölur það hvað mörkin þarna á milli. Þetta skiptir að mínu mati kennslufræði greinarinnar gríðarlega miklu máli sem að því miður vandfundin orðið í mönnum kennara. Í námskrá 89 þá kveðið á að þessi almenna trúarbragðafræðsla skuli fara fram í öllum grunnskólanum, ekki bara á unglingastiginu, heldur öllum aldursstigum, auk kristinna fræða. Og í námskrá 99 þá sama meginstefna og aukin áhersla lögð á almenna trúarbragðafræði og önnur lífsviðhorf. Og sama gildir námskrá 2007. Þannig að þetta svona í stórum dráttum þróun þessarar fræðslu, trúarbragðafræðslunnar og kristinfræðslunnar síðustu 100 ár og jafnvel lengur. Lengst af var kristinfræði skyldunámsgrein í kennaranámi. Og það ekki fyrir en þarna virkilega ég held ég farið með rétt á fyrir þetta verður kennaraháskóli sem að þetta flutt yfir í það að verða valgrein. Og það það langt síðan að þetta breyttist og þó að þetta hafi verið ágætlega sótt valgrein miðað við þessa kjörbúð sem að námið orðið eins og ég stundum kalla það, miðað við aðrar valgreinar, að þá hefur meirihluti kennara sem ekki fengið formlega fræðslu trúarbrögð síðan 50.
Og þá getur maður spurt sig, hvernig það fólk undirbúið undir að sinna þessari fræðslu ef að það hefur verið svikið hana í sínu kennaranámi. Og með því ég ekki tala niður til kennara, ég bara að benda á að þeir hafi ekki verið búnir þannig í gegnum sitt nám að þeir geti með auðveldum hætti kennt þessa grein. Þeir verða að leggja sérstaklega á sig til þess að ná tökum á henni. Það er mín skoðun. Og kennslunni hefur þarna illuheilli verið, eða það hefur einkennt kennsluna, þessi takmarkaða þekking kennara. Og ég gerði það gjarnan með að ég var stundakennari upp í Kennaraháskóla að spyrja nemendur þegar þeir komu úr æfingakennslu, þeir fóru út í nokkra vikur í æfingakennslu, svo þeir komu inn aftur, þá spurði ég gjarnan hvernig var nú trúarbragðafræðsluna háttað í skólanum sem þeir voru í. Og oftar en ekki, og það var ljóst með árunum, töluðu að þessi grein væri býsna hornreka í skólakerfinu. Og víða var bara sögðir að það talaði til kringu jól og páska en annars ekki. Og þessi síðustu ár, þar sem að umræðan trúarbrögð og trúarbragðafræðslu með neikvæðum formerkjum hefur verið háværi í samfélaginu. Það hefur gert kennara sem að hafa takmarkaðan undirbúning beinlínis hrædda við að taka á þessari grein. Hvernig á ég að? Þá betra bara að láta það vera, til þess að lenda ekki í vandræðum. Vegna þess að þeir sem hafa verið að gagnrýna skólanum fyrir trúarbragðafræðsluna og sérstaklega kristinfræðsluna, þeir eru fljótir til að gagnrýna ef að þeim finnst einhvers staðar of langt gengið í þessari fræðslu. Það sem að mér finnst kannski alvarlegast fyrir utan efnislega aðferðir kennara, það að það skuli vanta kennslufræði trúarbragðafræðsluna. Og þá ekki bara að tala kristinfræðslu, heldur trúarbragðafræðsluna alveg. Og ég þori ekki að staðhafa neitt það, en einhvern veginn hef ég það á tilfinningunni að í kennaramenntunni sé ekkert voðalega mikið fjallað kennslu álitamál. Ég nú úr álitamáli náttúrulega miklu víðar heldur bara þegar að trúarbragðar annars vegar. Hvernig eru kennarar þjálfaðir í því að taka á álitamálum í sinni kennslu og þjálfa nemendur sína í því að ræða álitamál á málefnalegan hátt. Nú, svo eru grunnskólalög, eða frumvarp til laga grunnskóla lögð fram á árunum 2007, maður rétt. Og þar segir í þessari markmiðsgrein, hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Þetta gott og blessað. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarf og svo framvegis. Þetta með kristna arfleifð íslenskrar menningar, það var ekki í frumvarpinu sem lagt það fram. Og það var meðan hans rökstutt með, og þá var búið að taka sér kristilega siðgæðið út. Og það var rökstutt með því að það hefði fallið dómur hjá Mannréttindadómstól Evrópu mál norskra siðmenntarmanna gegn norska ríkinu sem sagt þessa Kristusfræðslu í skólanum, og norska ríkið hefði tapað því máli og þess vegna gæfi það augaleið að það væri ekki hægt að setja þetta inn í íslensku námskrá. Ég hafði kynnt með þetta mál og skrifaði bréf til menntamálanefndar Alþingis meðal annars þetta. Það var ekki hægt að yfirfæra þennan dóm á íslenskar aðstæður vegna þess að í markmiðsgrein norsku grunnskólalaganna var kveðið á að skólinn ætti að aðstoða heimili við kristilegt uppeldi. Og það var það sem var að finna að með þessu dómi, að skólinn á ekki að vera kristileg uppeldisstofnun.
En það að vísa til kristilegs siðgæðis, það bara ekki það sama. En meðan þetta var fyrir þingjuna, þá voru ýmsir að reyna að sita inn þarna til dæmis eins og hugtaki kærleikur. Ég held að það hefði komið frá prestið sem satt á þingi. En eftir umræður, og já, ég sendi líka menntamálaráðherra þessar greiningar mína, eftir umræður og þarna reyndi að sendi biskupsstofan líka frá sér þarna tillögu, að þá var tekið inn, hún var þarna ráðherra þá Þorgerður Katrín, tekið inn þetta að starfsskólans ætti að mótast af kristinni arfleifð íslenskrar menningar, sem að mínum að þetta er miklu víðtækara heldur þetta með kristilega siðgæði. Og þetta var, þegar það var komið á þetta stig, það var ekki voðalega mikið þetta rætt í þingjunu og var samþykkt fyrir rest. En hins vegar í námskrám og slíku þar hvergi, þessu aðalnámskrá, hvergi rætt það hvernig skilja eigi þetta hugtak arfleifð íslenskrar, kristin arfleifð íslenskrar menningar. Þetta svipað í norsku grunnskólalögunum, nema þar bættu þeir við kristinni arfleifð norskrar menningar, kristinni og húmanískri arfleifð norskrar menningar. Biskup lagði til hér, Karl Sigurðsson, að þetta yrði eins í íslensku löggjöfinni, hann sendi sem menntamálanefnd tillögu á það. En undarlegt, eins og mér finnst að vera, þá var þessi húmaníska arfleifð, hún var ekki tekin upp í þessa markmiðsgrein. Og svo kemur að námsgreinunum, eins og þær eru settar fram í löggjöfinni, námsgreinur eru taldar upp í löggjöfinni, og í lögunum segir að í aðalnámskrá skuli setja ákvæði inntak og skipulag náms í íslensku sem öðru tungumáli eða íslensku táknmáli, stærðfræði, ensku, dönsku eða öðru norðurlandamáli, list- og verkgreinum, náttúrugreinum, skólaíþróttum, samfélagsgreinum, jafnréttismálum, trúarbragðafræði, lífsleikni og upplýsinga og tekník. Svona endaði þetta. En í upphaflega frumvarpinu var ekkert minnst á trúarbragðafræði, hvorki kristinfræði eða trúarbragðafræði yfirleitt. Það var bara að tala samfélagsgreinar og þó að það væri hvergi sagt beinum orðum að þá var það svona einhvers staðar í huga þeirra sem að voru að berja þetta saman að setja trúarbröðum bara undir samfélagsgreinarnar. En það var líka í þessu ferli sem ég og fleiri vöktum athygli á þessu, og þá var þetta hugtak trúarbragðafræði, það var sett inn í löggjöfina. En hvernig fór? Menn vissu semst ekki hvað þetta gera þessu trúarbragðafræði. Ekki frekar þessi ná ekki þarna. Það verið að rétta honum þarna íslam, kristinfræði, búdadómur framvís og hann veit ekki hvað hann gera við það. Og þannig held ég að ástandi sé svolítið í skólakerfum, menn veit ekki almennilega hvernig þeir að tækla þetta. En það sem að menntamálaráðuneytið gerði, það gerði þrátt fyrir allt trúarbragðafræðsluna að hluta af samfélagsgreinarkennslu. Þannig að það í fyrsta skipti frá því að fyrstu lögin voru sett 1907 sem að þessi grein ekki sérstaklega tilgreind sem sérstök námsgrein. Það var svo sem búið að örla fyrir þess áður því að það var löngu búið að sýta trúarbragðafræðsluna í viðmiðunarstundaskrá var búið að sýta trúarbragðafræðsluna undir hatt samfélagsgreina, þar sé að trúarbragðafræðslan átti að deila kennslustundum með samfélagsgreinum. Og það var svona, gaf svolítið tónum fyrir það sem síðar hefur. Fræðsla trúarbragð hefur núna, með námskránu 2013, ekki sérstaka námskrá. Af því hún komin undir samfélagsgreinarnar og samfélagsgreinarnar allar hafa ekki með 11,46% af öllum kennslustundafjölda. Og í samfélagsgreinunum eru saga,
landafræði, lífsleikni og svo framvegis, ég kann ekki telja það saman. Þannig að ég óttast að trúarbragðafræðslan verði bara hornkerling í þessum þegar yfirfullu híbýlum samfélagsgreininga. Og ekki síst vegna þess hvernig námskráin er sett fram og náttúrulega vegna þess hvernig kennarar eru búnir undir þessa fræðslu og hvernig þessum guðleysingahópum hefur tekist að þagga niður í fólki vegna þess að það verður skelfing og loftið að það lendi í einhverjum vandræðum ef það talar jákvætt þessa fræðslu. Jú, þannig kemur það. Ég skrifaði henni það, þið gæti ekki muna það. Saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, jafnréttismál, heimspeki og siðfræði. Þetta er sem sagt samfélagsgreina pakkinn sem hefur 11% af viðmjörnastöndum. Svo ég held að það sé ekki alveg út í loftið, ég óttist að trúarbragðafræðin verði hornkerling á þessu heimili. Aðeins staldra við. Meðan þetta, eða svipaleit og þetta gerist og þessu umræður í gangi, þá sendir Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, það getur Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, ekki eitthvað kirkna samfélag í Evrópu, sendir frá sig bók sem að heitir þetta Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools. Það sem sagt ekki einhver klerkaða trúar þarna leiðtogasambunda heldur Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu sem sendir henni bók frá sig. Og í þessari bók segir meðal annars þekking á trúarbrögðum er ómissandi hluti sérhverrar gæðamenntunar. Hún verður að vera til staðar til að skapa skilning á miklum hluta sögu, bókmennta og lista, auk þess sem hún stuðlar að aukinni menningarlegri víðsýni og skerpir skilning manna á flóknum þáttum fortíðar og samtíma. Og svo víða í þessu riti tala líka að þekking á trúarbrögðum sé einmitt nauðsynleg undirstaða umburðarlyndis. Og þá kannski komum við að skilgreiningu á hugtækinu umburðarlyndi. Umburðarlyndi er ekki það að leggja skoðun sína til hliðar. Og ég skrifa á sínum tíma svo það grein sem heitir Trúarsamfæring og umburðarlyndi. Við höfum öll, og það hafa annarra trúarfólk líka, við höfum öll fullan rétt til þess að tjá okkur og boða okkar trú. En þó við gerum það, þá getum við sýnt annarra trúarfólki umburðarlyndi, sem það fólkið í því að reyna að vita hvað málin snúast, reyna að þekkja og skilja þá sem við erum í andstöðu við og mæta þeim á heiðarlegan hátt. Það er umburðarlyndi. En það á ekki að nota umburðarlyndishugtæki til þess að troða því ofan í koka fólki svo að þagni. Því eins og ég sagði á stundu við kennarnemana mína, sko, að umburðarlyndi er ekki fólkið því að vera liður í Oslo. Það er alveg sama. Það er ekki umburðarlyndi. Það er bara kæruleysi eða skoðanleysi. Sem sagt þetta ágætarrit er gefið þarna út aldamótin og þá hefur Evrópuráðið sent frá sér hverja yfirlýsingu á fætur annarri rétt fyrir aldamótin þar sem að ekki bara eiga tvær heldur eina fjórar eiga rétt þar sem þeir eru að leggja áherslu á mikilvægi trúarbragðafræðslu í skólum í Evrópu einmitt til þess að stuðla að umburðarlyndi og skilningi milli ólíkra hópa. Þeir tala að þetta sé ómissandi hluti sérhverrar gæðamenntunar og þá getum við spurt okkur hvar hafa íslenskir menntamenn fengið menntun eða upplýsingu trúarbrögð.
hvergi í skólakerfinu eftir að barnaskóli lýkur, eða grunnskóla. Framhaldsskólinn hefur í stöku tilvikum reynt að bjóða upp á þessa valgrein, en að öðru leyti fær fólk ekki neina fræðslu trúarbrögð nema það litla sem kann að vera í mannkynssögubókunum, hvernig svo sagði útlægt það. Þannig að ég tel að íslenskir menntamenn hafi verið sviknir þekkingu og trúarbrögð, af því hún var ekki til boða í þeirra námi. Það er líka talað í þessari ágætu bók að þekkingarleysi á eigin trúarlegu menningararfi geti valdið fordómum gagnvart þeirri trú sem hefur verið ríkjandi og mótað viðkomandi samfélagi. Því að menn sem að vita lítið eru berskjaldaðir fyrir ómerkilegum áhrifum, það vitum við. Sú ákvörðun var tekin þegar nýja námskráin var samin að markmið fræðslunnar skyldu sett fram sem hæfni viðmið. Það er að segja hvað nemendurnir áttu að vera færir og þetta við lok grunnskólans og þá eiga nemendur að geta fengist við og greint, ég ætla að minna ykkur á að það var að tala 15 ára og líka það, fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast spurningum merkingu og tilgang lífsins. Sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir, kenningar, hátíðir, siði og tákn kristni og annarri helstu trúarbragða heims. Rætt og borið saman ólík trúar og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er sameiginlegt og hvað sérstætt. Greint áhrif biblíunnar og helgirita annarri helstu trúarbragða á menningu og samfélag. Útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum. Og nú spyr ég ykkur, eftir að hafa litið á þetta, ef þið væru kennarar, og ég veit að sumir ykkur eru kennarar, hvernig líst ykkur á að búa 15 ára gömul börn undir þetta miðað við þroska þeirra? Ég er með efasemdir. Gallinn á þessu er líka sá að þetta er óskup háleit markmið, hjálpa mér hamingjan, og verður markmið að stefna að. En í námskránni er ekkert sem heitir þekkingarmarkmið. Þannig að kennararnir fá enga vísbendingu í námskránni hvaða þekkingu nemendur þurfa að hafa til þess að verða færir við það sem að námskráin mælir fyrir. Norska námskráin er sett fram í svipuðum hætti, þar að segja með hæfniviðmiðum, en hún er með heilan kafla í námskránni þar sem talin eru þekkingarviðmið. Það er sér sú þekking sem nemendur þurfa að búa yfir til þess að geta öðlast þessa hæfni. En það er ekki í íslensku námskráni, því miður. Og ég er þegar búin að varpa fram þessari spurningu og brýna það þarna. Eru kennarar almennt, og ég er ekki að tala niður til kennara, ég er að tala niður til menntunar þeirra. Eru kennarar færir að semja námsefni og skólanámskrár á grundvelli þessari nýju námskrár miðað við þá menntun sem þeir hafa hlotið? Og ég leyfi mér að segja að langstærstum hluta nei. Ég gerði það gamni mínu, ég gerði það í Húlistarfuru, að fara inn á heimasíður nokkra grunnskóla, bæði í þéttbýli og dreifbýli, og leitaði þar að skólanámskrá. Og það var viðburður ef ég sá einhvers staðar orðað í þessu skólanámskrám fræðslu trúarbrögð og heldur ekki kristintrú. Það sem það var gert var það gjarnan gert með því að skrifa bara upp það sem stendur í aðalnámskránni, en ekki það hvernig skólinn ætti sér að standa að fræðslunni. Ég myndi óska þess að einhver nemandi á menntavísindasviði menntavísindasviði Háskóla Íslands tæki sér fyrir hendur og skrifaði meistaraprófsritgerð það hvernig trúarbragðafræðslunni er háttað í íslenskum skólum með því að taka úrtak bæði í þéttbýli og dreifbýli
og kanna hvernig þessari fræðslu er háttað. Til þess að við getum gert okkur sæmilega ljósa mynd af því hver staðan er. Ég spurði kollega minn gamlan, prófessor í menntunarfræðum við háskólann, þessar spurningar: virðast hér hæfnimarkmið í samfélagsgreinum við lok grunnskóla raunhæf, þóttu séu vissuverð, miðað við þekkingu og hæfni kennara almennt? Og þá var ég að spyrja samfélagsgreinina almennt, ekki bara trúarbrögðin. Svar: þau eins og hver heilvita maður sér sem vill sjá, mjög fremur við hæfi þeirra sem stunda háskólanám. Sum markmiðin sem sett eru 12 ára börnum, og þá ekki að tala um 10 ára, 12 ára börnum, eru svo háleit að fólk sem að ljúka meistaranámi væri fullsæmt af að námi. Þetta svo námskrá sem þetta umsögn þess ágæta kennslufræðings sem prófessor í menntavísindasviði. Þetta svo einkunn sem hann gaf þessari námskrá og hann hefur mikið fengist við kennslu og umfjöllun einmitt samfélagsgrein. Önnur spurning: hefur myndaði skoðun á nýju námskránni, til dæmis með því að setja fram hæfnimarkmið án þess að þeim fylgi þekkingarmarkmið? Og hann segir já, kennarar eru ráðþrotar gagnvart þessu. Og svo bætti hann við í samtali sem ég átti við hann: því miður engin umræða námskrá grunnskóla núna frekar en ella. En ég hefði heyrt að menn séu eitthvað að hvíslast á það þurfi nú að gera eitthvað til þess að breyta þessu. Stefnan sem þarna þessi námskrá byggir á og fremsetningarnar verður náttúrulega til í menntamálaráðuneytinu og ég hef spurt mig hverjir í menntamálaráðuneytinu gáfu tóninn. Er það fólk sem þarna hafði einhverja fræðilega þekkingu á námskrárfræðum og meðal annars á þessu hæfnimarkmiðastefnu, en hafði ekki komið inn í grunnskóla síðan voru það sjálf? Ég bara veit það. En ég freistast til þess að halda það. Að þetta sé ein tískusveifla í námskrárfræðunum að setja bara fram hæfnimarkmið. En það náttúrulega ekki þannig sagt að það sé sjálfgefið að hæfnimarkmið verði svona háleit að þau séu nánast óviðráðanlegu börnum í grunnskóla. Þið heyrið að ég ekki mjög bjartsýnn á stöðu þessara greinar í grunnskólakerfinu, en því miður held ég að ég sé ekki alfarið að vaða reyk og það þurfi að spyrja sig spurningar hvað til ráð. Nú það löngu ljóst að mínu mati að kirkjan getur alls ekki og á ekki heldur að gera ráð fyrir því að skólinn sinni með viðhlítandi hætti fræðslu kristna trú. Kirkjan ætti hins vegar að geta reikna með því að börn sem koma til fermingar viti eitthvað kristna trú úr skólanum. En það ekki hægt að treysta á það. Og ég endurtek það sem ég hef sagt áður með þetta að þessi fræðsla verði hornreka í samfélagsgreinunum og ég staðhæfi biblíusögur og biblíusögukennsla þegar og hefur verið nokkurt skeið algjörlega hornreka í kristinfræðikennslu skólanna. Það vill svo til að ég var fenginn til þess ásamt Iðunni Steinsdóttur að skrifa kennslubækur í kristnum fræðum fyrir grunnskóla. Fyrsta hefti kom út árið 1995 og á árinu 1913 var samningur við okkur sagt upp. Samningur var þannig að eftir því sem að fleiri eintök eru prentuð þá fengum við ákveðna prósentu af kostnaðinum og framvegis. En þessu var sagt upp vegna þess að þetta var ekki notað, var mér sagt. Námsgagnastofnun sagði mér það, þetta ekki notalega.
Þetta bókin fyrir 4. bekk, nei fyrir 5. bekk, sem líka 6, 7, 8, 9, 10 ára bekk. Og við söfnuðum í þetta þeim biblíusögum sem að okkur fannst skipta máli að koma til skila á þessum aldurflokki og voru svo með skýringar inn á milli og sögur sem að Iðunn samdi. Myndavalið var með markvissum hætti sótt í listaverk úr fortíðinni og úr menningarsögu Evrópu til þess að gera börnin líka leið læs á þennan þátt menningarinnar sem að þáttur trúarinnar í myndlistinni sem mjög fyrirferðarmikil. Þannig að hér eru engar teiknaðar biblíumyndir heldur myndir sem af listaverkum fyrir tíðar manna. Og svo gáum við út með þessu handbækur að ósk Námsgagnastofnunar, þar sem kennarar gátu sótt sér frekari vitneskju og uppástungur og jafnvel aðstoð við að velja, því að sumum fannst þetta námsefni óþarflega mikið og kannski höfum við flaskað á því. En allt það, sem sagt að samningur Námsgagnastofnunar við okkur, þessa biblíusöguhöfunda, sem sagt úr gildi fallinn. Og hvað kom í staðinn? Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég veit að það verða að semja eitthvað smáhefti núna, vonandi, eða kannski ekki vonandi, heldur væntanlega á grundvelli nýju námsgagna. En ég vissi hins vegar að meðan að við var að ýta þessum bókum okkar yfirna til hliðar, þá kom út á vegum Námsgagnastofnunar og enginn veit af hverju 39 síðna hefti sem heitir Kristin trú. Og ég hefi rökstuddan grunum að ýmsir skólar hafi látið þetta nægja kristna trú. Og ég held að þarna þó að gömlum mönnum hættum þessu svolítið til þess að vera með svartagarðsraus, þá ég ekki viss að ég sé bölsýnni heldur en þarna aðstæður segja til því miður. Og hvað þá með kirkjuna? Að mínu mati þarf kirkjan að marka sér skýra fræðslustefnu sem nær til barnastigs, unglingastigs og fullorðinna. Og þegar ég segi skýra stefnu, þá meina ég að það verði sett stefna sem að hægt að fylgja eftir. Þess að þarf að vera öflugur fræðslustjóri og fræðslu fulltrúar kirkjunnar út landið til þess að styðja við og auka kristósfræðslu á vegum kirkjunnar. Og þar í brennidepli að mínu mati á að setja biblíusöguna. Hvað skipar biblíusagan stóran sess til dæmis í Fermingarhöfn? Ég spyr. Meðan ég þjónaði Hafnarkirkju þá var ég kannski voru augum mín í klóknum fyrir þess að því þá var ég að semja þessar bækur þarna. Að það tal kristna trú og ég ekki að líta úr því, en með tilliti til þekkingar á biblíusögunum hefur biblíusagan ekki verið vanrækt. Ég velti því fyrir mig. Því að bókmenntaprófessorar hafa annars staðir látið í sér heyra og sagt þeir sem koma til okkur í bókmenntafræðiháskólanum, þeir skilja ekki tilvísanir í bókmentum í biblíuna og biblíusögurnar. Þeir þekkja það ekki. Og vildi svo til ég á því Dóttursson sem var í bókmenntafræðiháskólanum og hann
Hann sagði að við vorum á fyrsta ári látin lesa valdarkafla á Biblíunni. Af því kennarinn okkur sagði okkur að það væri ekki hægt að botna í bókmyndum án þess að hafa þekkingu á Biblíunni og Biblíusögu. Það líka nokkuð til sem heitir kennslufræði Biblíusögu, sem að ég ætla ekki að gefa mig tíma til að fara aðeins í á eftir. Nú, þegar við vitum þetta, það sótt að kirkjunni og kristnum samfélögum úr mörgum áttum. Og þeir sem hafa takmarkaða þekkingu á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum eru líklegri en aðrir til þess að falla fyrir áróðurinn. Og áróðurinn hækkalegur, en hann ómerkilegur. En nægilega beittur til þess að gera til dæmis kennara óörugga. Þetta var við. Og ég lít svo á að forgangsverkefni kirkjustjórnarinnar ætti að vera að stórefla fræðsludeild kirkjunnar. Ekki bara pínulítið, heldur mikið. Og setja það í algjöran forgang. Það að segja, ef kirkjan telur skipta máli að fólk kynnist Jesú Kristi í gegnum Biblíusögu. Eða kirkjan orðið svo hrædd í fjölmenninguna að hún þorir ekki að halda sérstöðu sinna á lofti. Mér liggur þetta á hjarta varðandi kirkjuna að það verði stór efld og ekki bara vegna barnastarfsins, ekki bara vegna unglingastarfsins, þetta líka vegna fullorðinsfræðslu. Og kirkjan hefur fram að þessu, hvað sem framtíðin verður spöld sínum, aðgang að foreldrum bæði gegnum ferminguna og gegnum skiptahaldsuna. Og hefur ekki notfært það sem skyldi að mínu að.